Í þessu myndbandi ætlum við að fjalla hvernig við setjum Lotus Notes 9. Við finnum Notes íkonið á skjábúrinu og smellum á það og fáum það upp þessa mynd. Hér þurfum við ekki að velja neitt. Við ýtum á Next. Núna þurfum við að setja inn nafnið á notandanum ásamt serti og dóminó upplýsingum. Hérna kemur nafnið eins og það skrifað í nafnabókinni í Lotus, skástrygg, nafnið á svartur í stóru stöðum, skástrygg, RRK í stóru stöðum. Og dóminó svarurinn í öllum tilfellum maildóm, skástrygg, RRK og verður að skrifa með stóru M, stóru D og stóru RRK. Við höfum að haka í þetta hérna svæði og íta á Next. Við þurfum að leita ID-fælum og ítum á Browse. Þá komum við inn í skráarkerfi vélarinnar. Við förum inn á endri, við finnum Lotus Notes 85 möppuna. Þar er að finna skrá sem endar á .id og það geta fleiri en ein og þá veljum við þá nýjustu. Smellum á hana, hún kemur hérna inn í skráarheitin, ítum á opna og þá erum við spurð hvort við viljum afrita þessa skrá yfir í okkar directory og það gerum við með því að íta á já. Notandi þarf að setja inn lykilorðið sitt og íta á login. Hér þurfum við ekki að velja neitt, ítum á Next og við erum spurðan því hvort að IBM Notes hefur verið að default e-mail program okkar og við viljum það alls ekki. Við högum hérna við viljum ekki sjá þetta skilt eftir og veljum No. Þá er þetta búið uppsetningin. Við ítum á X til að losa við þetta skilti. Við förum á þessa pílu við hliðina á Open, förum niður á Application, hægri spillu Workspace og þá fáum við þetta hérna val. Set bookmark as Homebase og við veljum það. Við erum að spyrja staðfesting á því, við sögum já við því og þá kemur Workspace upp með þeim brunnur sem eru opnir. En hérna þurfum við að endurskoða hvaða brunna á opna fyrir hvern og einn. Oft kemur þetta upp, Create Cross Certificate á milli Organizations. Þá þurfum við að segja yes á það og þá ferum við það. Þegar við ferum út til Lotusnum, þá kemur þetta skipti hvort við viljum örugglega fara út. Ef við viljum losna við það, þá setjum við hak hérna og segjum já, við viljum fara út.